Það alltaf eitthvað að frétta frá Suðurnesjum. Hér fáum við fréttapakka frá Víkurfréttum. Skipulags- og umhverfissviði Suðurnesjabæjar hefur verið falið að undirbúa útboð og grenndarkynningu vegna framkvæmdar á göngustíg á milli Garðs og Sandgerðis. Stígurinn samstarfsverkefni Suðurnesjabæjar og Vegagerðarinnar og gert ráð fyrir að hann verði 2,5 metrar að breidd, blandaður göngu- og hjólreiðastígur. Stígurinn verður lagður samhliða þjóðveginum á milli Garðs og Sandgerðis en 4 kílómetrar á milli byggðakjarna Garðs og Sandgerðis sem verður sameina sveitafélag við síðustu sveitarstjórnarkosningar. Íbúar hafa óskað eftir stígnum en þjóðvegurinn milli bæjarhlutana þröngur og varasamur fyrir hjólandi og gangandi umferð. Stjórn Kölku sorpeyðingarstöðvar hefur ráðið Steinþór Þórðarsson sem framkvæmdastjóra fyrirtækisins úr hópi 30 umsækjenda. Steinþór tekur starfinu af Jóni Norðfjörð sem gegnt hefur starfinu síðastliðin 8 ár. Steinþór kemur til Kölku frá PCC, Bakki Silikon á Húsavík. Verkefni bókasafns Reykjanesbæjar saumað fyrir umhverfið fékk í síðustu viku hvatningarverðlaun upplýsingar sem fagfélag á sviði bókasafns og upplýsingarfræða. Verðlaunin voru veitt í fyrsta sinn á bókasafnsdeginu 2019. Verkefni hefur verið í gangi í bókasafninu árabil undir stjórn Guðnýjar Kristínar Bjarnadóttur, bókasafns- og upplýsingafræðings. Í verkefninu hafa verið saumaðir taupokar í pokastöð sem hefur það að markmiði að draga úr notkun plastpoka. Verkefni var stór liður í ljósanótt þetta árið, þar sem plastlausum áherslum var haldið á lofti. Reykjaneshöfn og Reykjanes UNESCO Global Geopark undirrituðu nýverið samstarfssamning. Þar með Reykjaneshöfn orðinn stoltur samstarfsaðili jarðvangsins eins og Halldór Karl Hermannsson hafnastjóri komst að orði við undirritun. Sem samstarfsaðili hefur Reykjaneshöfn heimild til að nota sérhannað samstarfsmerki Reykjanes Geopark í markaðssetningu starfsemi hafnarinnar gagnvart smærri skemmtiferðaskipum. Einnig mun Reykjanes Geopark kynna samstarfsfyrirtækið á sama hátt og fyrirtækið mun kynna Reykjanes Geopark. Kostnaður sem fallið hefur á Suðurnesjabæ vegna grindhvalavöðu sem synti upp í fjöru við Útskála í byrjun ágúst 1,2 milljónir króna. 50 hvalir syntu í strandi í fjörunni og hófust þá miklar björgunar aðgerðir. 30 hvölum tókst að bjarga en aðrir drápust eða voru aflífaðir. Björgunarsveitin Ægir í Garði var með mikinn viðbúnað vegna hvalastrandsins og sá meðal annars að sökkva hræjum dauðra hvala í Garðsjónum. Aukning fjárframlaga ríkisins til stofnana og verkefna á Suðurnesjum hefur engan veginn fylgt mikilli íbúafjölgun á svæðinu en á árunum 2015 til 2019 hefur íbúum fjölgað 23,1% sem langmesta fjölgunin á landinu. Í ályktun frá aðalfundi sambands sveitafélaga á Suðurnesjum sem framfór síðustu helgi bent á þetta misræmi og ríkisvaldi hvatt til að tryggja aukningu á fjárframlögum til Suðurnesja. Fundurinn skorar á ríkisvaldið að tryggja að fjárframlög til ríkisstofnana eins og Fjölbrautaskóla Suðurnesja, Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og lögreglunar á Suðurnesjum fylgi þróun mannfjölda á svæðinu. Innflutningur á flugvélaeldsneyti Helguvíkurhöfn hefur hrunið á þessu ári. Það sem af ári hefur 37% minna magn eldsneytis farið olíuhöfnina í Helguvík miðað við sama tíma í fyrra. Allir eldsneytisflutningar fyrir Keflavíkurflugvöll fara olíuhöfnina í Helguvík. Með minni innflutningi á eldsneyti hafa tekjur hafnarinnar einnig dregist saman. Þannig hafa tekjur vegna innflutnings á eldsneyti dregist saman 30% það sem af ári. Togaranum Orlik hefur nú verið komið fyrir innan hafnarinnar í Njarðvík þar sem undirbúningur fyrir förgun skipsins unnin. Togarinn hefur verið sem þyrnir í augum þar sem hann hefur grotnað niður í höfninni í Njarðvík síðustu 5 ár. Fjarlægja þarf mengandi efni úr skipinu og taka af því yfirbyggingu áður en skrokkur Orlik verður dreginn upp í fjöru við skipasmíðastöð Njarðvíkur þar sem skipinu verður endanlega fargað. Myndirnar voru teknar þegar skipinu var komið fyrir innan hafnarinnar í Njarðvík á dögunum.